Ég heiti Hannes og við ætlum að fara aðeins yfir samfélagsmiðlana. Það er margt búið að breytast undanfarnum árum. Fólk treystir ekki eins mikið venjulegum auglýsingum og gera áður fyrir. Og nýlega könnun hjá Nielsen þá kom í ljós að 92% treysta frekar word of mouth og meðmælum frá vinum og vandamönnum miklu meira heldur en allar aðrar auglýsingar eða tilkynningar. Og samfélagsmiðlar eru alveg upplægðir til að ýta undir word of mouth. Og í þessari könnun sem var gerð í Bandaríkjunum þá sögðu 64% að samfélagsmiðlar höfðu áhrif á kauphegðun og 47% sögðu að Facebook höfðu mestu áhrifin á kauphegðun. Þannig að Facebook er náttúrulega stærsti samfélagsmiðlinn með yfir 1000 milljón virka notendur. Þannig að hann er svona það sem margir eru að einbeita sig að, en samfélagsmiðlinn eru fleiri. Hérna er svona stutt og létt útskýring á svona brot af helstu samfélagsmiðlunum og þetta er út frá miklum kleinu áhugamanni. Á Twitter myndi hann posta til dæmis ég er að borða kleinu og nota hashtagið kleina. Á Facebook myndi hann læka kleinur. Foursquare myndi hann til dæmis tjekka sig inn í uppáhaldsbakarí þar sem hann kaupir kleinunar. Á YouTube myndi hann kannski setja inn myndband ég er að borða kleinu. Og hann er áhuga á ljósmyndir líka og hann tekur flottar ljósmyndir af kleinum, setur það á Flickr. Og hann tekur myndir með farsímanum sínum, setur skemmtilegan filter á það og postar á Instagram. Og á Vimeo þá myndi hann setja stuttmyndina, fínu stuttmyndir sem hann tók upp í HD, einmitt kleinu. Og hann er náttúrulega LinkedIn með online CV sitt og þar tekur fram að hann er mikill sérfræðingur í að baka kleinur. Á Pinterest myndi hann setja inn góða kleinuskrift og varðandi Google Plus þá var oft grín að það eru 400 milljón skráðnotendur en það er bara svona kringum 100 milljón virkinotendur og þeir sem eru skráðir sem virkir það er svona spurning hversu virkir þeir eru, þeir kannski loka sinn einu svona mánuði eftir það og það er oft gert grín að það er aðalega svona Google starfsmenn sem nota Google Plus hvað mest. Þannig að á Google Plus væri postað að ég er Google starfsmaður sem borðar kleinur. Á Tumblr myndi kleinu áhugamanurinn posta gif-mynd af ketti að borða kleinu. Ketti er náttúrulega sívinsælar á netinu og gif-myndir eru sem svona hreyfimyndir og gif-myndir eru mjög vinsælar á Tumblr þannig að þetta myndi alveg pottþétt slá í gegn. Og svo á SoundCloud þá var kleinu áhugamanur að semja nýtt lag kleinu þannig að hann postaði þar til að dreifa út allt. Það er ekki allir búin að tjekka sig inn á Foursquare, Síðan Software. Það sem samfélagsmiðlarnir eiga sameiginlegt, margir, er að þeir styðja á svokölluðu hashtags. Það er þegar fólk gerir svona myllumerki og síðan eitthvað orð. Fólk notar þetta til að gefa ykkur aðrar upplýsingar eða tengjast umræðu eða sem brandara og það er ýmis not fyrir þetta. Og hashtags eru studd á Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Google+, og Tumblr að vissu leyti þarf að segja að ef Tumblr fær inn færslu til þess frá Instagram sem inniheldur svona hashtag þá taka þeir það og setja skráða sem tag. En síðan eru síður eins og Flickr, Vimeo, YouTube og SoundCloud sem styðja þessi klassísku tags eða categories, það sem er bara reitur, það sem fólk getur sett inn tag til að merkja hlutina sem fólk er að setja inn. @replies eru á langflestum samfélagsmiðlunum og það er þegar maður gerir @merkið og síðan nafnið á notandanafnið. Og það er til þess að taka þátt í umræðu, svara einhverjum ákveðnum einstaklingi, senda skilaboð á viðkomandi og síðan bara láta fólk vita svona hnippi fólk varstu búin að taka þessu. Og svo eitt sem er gott að hafa í huga, ef þú byrjar tíst á @notandi123 þá er ekki allir sem sjá það. Maður sé margar flaska á þessu sem er að byrja á Twitter. Af því að ef þú byrjar tíst á þessu þá sjá bara þeir sem fylgjast með þér og bæði notanda 123. Þetta getur verið kostur og galli. Stundum viltu bara
takmarkað af þínum followers sjá þessi skilaboð. En stundum náttúrulega vilt að allir sjá þetta. Þannig að svona smá til að hafa í huga. Samfélagsmiðlarnir eru margir og menningin og orðaforðin sem eru notaðir er mismunandi. Og maður þarf svona bara smá að læra inn á það, hvað gengur og gerist og hvað er vinsælt. Og besta leiðin er bara dýfa sér ofan í þetta, rannsaka og læra inn á þetta smá saman. En það er þetta svona læra inn á þetta, fá svona smá smjörþið á þessu með til þess að skoða Foursquare Explore. Þá getur maður rannsaka mismunandi venues, skoða hvers konar tips fólk er að setja inn, hvers konar specials eru í boði og hvaða staðir eru vinsælir. Tumblr er líka með svona Tumblr Explore þar sem þeir birta vinsælar færslur á Tumblr og hvaða tags eru vinsæl. Þannig að LOL og Landscape og GIF mjög vinsæl. Þannig að það er kannski eitthvað sem maður vill hafa í huga þegar maður setja inn færslur á Tumblr til þess að komast inn í það newsfeed, það síðuna öll Landscape færslur til dæmis. Twitter er með mjög góð að leita vel, þar sem maður getur bara leitað á orðum tengdum þínum geira til að læra inn hvernig fólk talar hlutina og hvaða vandamál fólk er að lenda í. Það er líka Twitter Trends, það sem er hvaða topic eru heit akkurat núna. Þannig getur maður kannski hoppað inn í umræðu, tekið þátt og vakið athygli. Flickr er líka með svona Flickr Explore, þar sem er birta myndir sem vinsælar, hvaða tags eru vinsæl og svo framvegis. Síðan þetta skoða vinsælustu tögin á Instagram til dæmis og það er til dæmis Instagood, Pick of the Day og annað sem maður getur kannski haft í huga þegar maður setja inn færslur á Instagram af því að það er kostur að fara inn á það sem er mesta virkni. Síðan þegar maður er á samfélagsmiðlunum, sérstaklega þegar það er teymi, þegar eru nokkri aðilar sem er að setja fyrir þína hönd inn á samfélagsmiðla, þá er mikilvægt að ákveða sameiginlegan tón. Hvernig persóna viljið þið vera á samfélagsmiðlunum? Hvernig viljið þið haga ykkur? Eru þið létt og skemmtileg eða eru þið alvarleg eða hvernig viljið þið birtast út og við á samfélagsmiðlunum? Flestum tilfellum viljið þið vera vingjarnleg og kurteis af því að þið náttúrulega viljið eignast vini. Og það er náttúrulega samfélagsmiðlar byggjast svolítið mikið á vinum. Og þú vilt takmarka söluræður. Það er miklu betra að bara tala við fólk eins og þú myndir tala við vini þína. Þú myndir ekki hrópa tilboð við besta vinin. Frekar benda vingjarnlega á eitthvað sem þú telur að myndi gagnast fólkinu sem fylgjast með þér. Nú er upplagt að taka mynd, posta á Instagram og nota hashtagið TOPSTUFF. Eitt varðandi hashtags að það er ekki alveg nógu stuðningur á íslenskum stöfum. Til dæmis sum Twitter forrit brjóta hashtag-linkin ef það er íslenskum stafur í. Þess vegna notum við ekki Ö í hashtaginu fyrir þennan viðburð. Svo þegar þú byrjar á samfélagsmiðlunum, þá er mikilvægt að hlusta og svara, fylgjast með hvað er í gangi, hvað er einhver að senda skilaboð, er einhver að senda spurningu og síðan er gott kannski að taka fram í lýsingarteksta hvenær eru þið að vakta, er það 24/7 sem þið eru að svara eða er það kannski bara frá 9 til 17. Og getur líka verið gagnlegt að segja hver er svona svartími sem þið reyna að hafa. Til dæmis, við reynum að svara innan 60 mínútna. Og það svar getur náttúrulega bara verið takk fyrir ábendinguna, við ætlum að skoða þetta betur og látum við vita þegar við vitum meir. Það er náttúrulega klálega betur en ekkert að við komum til að bara bíða og bíða og bíða. Það er að nota ýmis tól til að auðvelda sér lífið á samfélagsmiðlum. Til dæmis TweetDeck og Hootsuite. Þetta eru svipuð forrit sem þú getur notað til að hafa svona yfirsýn yfir samfélagsmiðla, Twitter og Facebook og fylgjast með hver er að senda skilaboð, hver er að fylgjast með þér. Þú getur líka fylgst með ákveðnum orðum,
hvort sem það hashtag eða eitthvað leitarorð eða eitthvað vefslóð, til dæmis bara til að fylgjast með hver að pósta á Twitter einhverjum hlekkjum í síðunum þína. Þá getur bara að leita að því og sé alltaf þegar kemur nýtt tíst með linka á síðunum þína. Hootsuite reyndar aðeins betra fyrir teymi, þegar það eru fleiri en einn að vinna í samfélagsmiðlum fyrir þitt fyrirtæki. Þannig þetta til dæmis, benda einhverjum ákveðnum í teyminu til þess að tækla einhverjum spurningum sem kom inn. Og síðan líka þetta skipuleika tíst, segja að þetta tíst á að fara út hádeginu morgun. Þannig að það getur svona auðvelda manni aðeins að skipuleika kannski eitthvað skilaboð sem maður vill dreifa. Annan tól sem getur sniðugt, það er EFTTT, sem stendur fyrir if this, then that. Það er þetta að tengja við alls konar þjónustur og setja upp reglur. Til dæmis, ef þú póstar á Instagram mynd með ákveðnu hashtagi, þá kannski fer það á ákveðið Tumblr-blogg eða senda á ákveðið netfang. Og þú getur líka notað þetta bara til að senda tilkynningar á nokkra aðala eða gerist eitthvað á ykkar samfélagsmiðlum. Þannig að þetta er svona smá sjálfvirkni sem getur að auðvelda manni ýmislegt. Myndir og spurningar. Það er mjög gott að setja inn reglulega myndir, sérstaklega stóra og flotta myndir. Maður sé margar Facebook-síður sem setja inn pingulitla myndir sem bara thumbnails sem maður varla sér hvað er í gangi. Og það er ekki líklega til að hrífa fólk. Stóra og flotta myndir eru mun líklegri til að fólk vilji dreifa þeim, læka, séra, bæta athugasemd. Og spurningar er líka mjög góðar til að fá bara smá feedback frá notendum. Það er kannski lógískt en það hefur sýnt sig að færslur með spurningum, til dæmis á Facebook, fá mun fleiri athugasemdir heldur en bara venjulegar færslur. Og þú vilt hafa virkni á Facebook-síðunni af því að Facebook notar ákveðinn EdgeRank algoritma til að ákveða hvaða færslu frá hvaða vefsíðum og vinum fólk sér í sínu newsfeed á Facebook. Og eftir sem er meiri virkni á þinni Facebook-síðu, því líklegri er að færslu frá þér birtist í newsfeed hjá fleirum. Þannig að þú vilt hafa þetta gangandi, hafa mikla virkni á þinni Facebook-síðu. Síðan þessi bók eftir Gary Vaynerchuk, The Thank You Economy. Mjög fín bók og það er allt þakklæti. Það er mjög gott að sýna þakklæti, vera þakklátt fyrir að fólk hafa áhuga að fylgjast með ykkur. Fá áreiti frá ykkur. Það er ekki gefið að fólk vilji að eitthvað fyrirtæki segja svona alltaf ýta skilaboðum. Þannig að vera þakklátt fyrir þá sem fylgjast með ykkur og ekki misnota það samband. Og síðan allar fyrirspurnir, ábendingar, bara þakka fyrir og það er sniðugt að nota afterply-trikkið til að tryggja að fólk fái örugglega tilkynningu að þið eru að svara þeim, að tala þá. Og það er náttúrulega eykur virknina á ykkar samfélagssíðum sem er bara gott. Nú vil ég fá spurningar frá ykkur. Til dæmis hægt að spá í hversu oft á ég að setja inn. Og það er náttúrulega mismunandi eftir fyrirtækjum hvort þið er með nógu mikið umræðefni til að tala og hvað er of mikið, hvað er of lítið. Maður þarf stundum bara vega það að meta og bara læra inn á það út frá feedbacki frá notendum. En ég myndi alltaf segja gæði frekar en magn, ekki bara setja inn eitthvað til að setja eitthvað inn. Þannig að hafa eitthvað verðmæti í því sem þú pósta á samfélagsmiðluna. Að þetta gagnist fólki. Síðan bara að gera. Skoða þessa samfélagsmiðla. Tjekka á þeim. Læra aðeins inn á þá. Kannski prófa eitt og annað. Og síðan bara skemmta sér með vinnu sínum. Takk fyrir.